Miklar truflanir urðu á samgöngum víða landi í dag vegna veðurs og ófærðar. 20 bílar skemmdust í grjótfoki á Austurlandi og ferðamenn á Vestfjörðum lentu í vanda. Ríkiseignir harma eldsvoðann sem varð á Stuðlum en stofnunin brást ekki við ítrekuðum kröfum og úrbætur á brunavörnum. Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu segir grafalvarlegt og sárt hve margt misfórst í aðdragandanum. Danir bjuggu sig undir innrás frá Bandaríkjunum þegar Grænlandskrísan stóð sem hæst í janúar. Sprengiefni og blóð úr blóðböngum var meðal annars flutt til Grænlands vegna ótta við hernaðarátök. Það var söngur og gleði á Droplaugarstöðum í Reykjavík í dag þegar Gerda M. Guðmundsson hélt upp á 100 ára afmæli sitt. Komiði sæl. Fjallvegir voru víða ófærir í morgun og margir ökumenn lentu í vandræðum. Viðvaranir hafa verið í gildi víða land í dag, ýmist vegna veðurs eða hættu á snjó eða krapaflóðum. Sunnan stormur með talsverðri úrkomu raskaði áætlunum margra ferðalanga í morgun. Það ekkert ferðaveður í dag og víða land var vegum lokað. Asahláka og snjókomu síðustu daga hefur gert aksturskilyrði mjög erfið. Flestir fjallvegir á Vestfjörðum voru lokaðir eftir nóttina vegna veðurs eða ófærðar. Öxnadalsheiði var lokuð fram eftir morgni og Holtavörðuheiði var lokuð fram að hádegi. Nær öllum innanlandsflugferðum var aflýst og má vænta áframhaldandi röskunar þar á morgun. Tjón varð á 20 bílum á leið milli Hafnar og Djúpavogs í morgun. Þar gerði mikið grjótfok við Hvaldal nærri Hvalnesskriðum og lætin voru slík að mælaborð inni í bílunum skemmdust og 5 bílar eru mjög illa farnir en engin slys urðu á fólki. Björgunarfélag Hornafjarðar fylgdi vegfarendum til Hafnar þar sem plast var sett fyrir brotna glugga. Hættustig hefur verið í gildi á Ísafirði vegna snjóflóðahættu. Snjóflóð féll úr Kirkjubólshlíð við Skutulsfjörð og fór þar yfir veg. Súðavíkurhlíðin hefur verið lokuð í mestallan dag og Súðvíkingar því innlyksa, en hún var svo opnuð síðdegis og er á óvissustigi. Sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi fékk símtal skömmu fyrir miðnætti í gær 5 manns sem væru á leið keyrandi til Ísafjarðar, sem kæmust ekki á leiðarenda í óveðrinu. Þegar klukkan var að verða svona ganga 2 þá sé ég ljós hérna hinum megin við fjörðinn. Þá var fólki að skila sér. Þá var líka komið leiðinda veður, það var mjög hvasst og ekki mjög gott skyggni. Í samstarfi við lögregluna beið hann eftir þeim og kom í skjól í sumarbústað. Rafmagnstruflanir urðu víða Vestfirði í nótt og í morgun. Ég tek á móti sé að bíllinn er að koma upp að Grundarstræti stjórnsýsluhúsinu. Þá fer rafmagnið. Það var mjög svona skemmtilegt moment. Það er alveg almyrkvað í húsinu þegar þau komu inn. Þeim 5 ferðalöngum var svo komið áfram til Ísafjarðar í dag en aðeins sjóleiðin var fær, svo björgunarsveitin Kofri sigldi þeim heim. Óvissustig eru í gildi víðar vegna ofanflóðahættu en íbúar Patreksfjarðar voru beðnir að sýna sérstaka aðgát vegna mögulegra krapaflóða. Þar hefur rignt mikið og þó að ekki hafi verið talin ástæða til rýmingar voru íbúar í bænum varaðir við að sofa í herbergjum næst bröttum hlíðum. Eins og sjá má á þessu korti hafa ótal flóð verið skráð hjá Veðurstofunni. Þessir punktar sýna ofanflóð síðustu 10 daga. Ofanflóðahætta er talin mikil bæði á Tröllaskaga og norðanverðum Vestfjörðum. Gular viðvaranir hafa verið í gildi á stórum hluta landsins í dag og áfram eru leiðindi í kortunum. Veðurviðvaranir hafa verið gefnar út allt land næsta rúma sólarhringinn og svo síðasta fellur úr gildi á laugardagsmorgun. Og við þetta má bæta að Icelandair hefur aflýst öllum flugferðum frá Ameríku sem áttu að lenda í Keflavík í fyrramálið, en þá má lesa nánar það inn á ruf.is. Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu segir grafalvarlegt og sárt til þess að hugsa hversu margir þættir hafi farið úrskeiðis árin fyrir eldsvoða á Stuðlum. Ríkiseignir harma atburðinn en skýrsla HMS sýnir að stofnunin brást ekki við ítrekuðum kröfum úrbætur á brunavörnum. Eins og framkom í fréttum í gær voru verulegir annmarkar á brunavörnum á Stuðlum þegar eldsvoðinn varð samkvæmt rannsókn HMS. Byggingarfulltrúi á slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu sinntu eftirliti ekki með fullnægjandi hætti, en ríkiseignir sem eigandi húsnæðisins bar ábyrgð á brunavörnum. Þrátt fyrir ítrekaðar kröfur úrbætur frá eftirlitsaðilum árin á undan urðu ríkiseignir ekki við því. Ólöf Ásta Farestvædd forstjóri Barna- og fjölskyldustofu gat ekki veitt viðtal í dag. Í skriflegu svari segir koma á óvart hversu margir þættir hafi farið úrskeiðis.
Það sé grafalvarlegt og sárt til þess að hugsa. Barna- og fjölskyldustofa hafi verið í góðri trú að brunavörnum væri eins vel við haldið og hægt og að öll kerfi væru virk. Það verði að vera hægt að treysta því að fagaðilar hjá öðrum stofnunum tryggi öryggi bæði skjólstæðinga og starfsmanna á staðins og stöðlum. Í skýrslu HMS farið yfir aðdraganda eldsvoðans allt frá árinu 2004 þegar viðbyggingin sem hýsir neyðavistunina var tekin í notkun og hér verður stiklað á stóru. Árið eftir að byggingin var tekin í notkun var gerð lokaúttekt en ekki gefið út lokaúttektarvottorð. Án þess á ekki vera starfsemi í byggingunni og byggingarfulltrúi að krefjast lokunar. 2007 kemur upp eldur í neyðarvistunni, 2 stúlkur voru hætt komnar og altjón varð á viðbyggingunni sem síðar varð endurbyggð. Árið 2014 var farið í breytingar innanhúss í neyðarvistun og brunahönnun unnin af verkfræðistofu. 4 árum síðar vekur byggingarfulltrúi athygli ríkiseigna á að ekki hafi farið fram lokaúttekt en ríkiseignir bregðast ekki við. 2021 eru aftur gerðar breytingar innanhúss og brunahönnun uppfærð. Lokaúttekt fer fram og slökkviliðið gerir strax athugasemdir við brunavarnir og lætur ríkiseignir vita. Byggingarfulltrúi lætur ríkiseignir einnig vita að öryggisskilyrði séu ekki uppfyllt. Ekki liggja fyrir gögnum að brugðist hafi verið við þessum athugasemdum og viðbyggingin var tekin í notkun án þess að öryggis- og lokaúttektarvottorð hafi verið gefið út. 3 árum síðar í október 2024 varð eldsvoði á Stuðlum með þeim afleiðingum að 17 ára drengur lét lífið. Óskar Jósefsson, forstjóri framkvæmda sýslunnar ríkiseigna, gaf ekki kost á viðtali en FSRE sendi frá sér yfirlýsingu þar sem starfsmenn eru sagðir harma atvikið og að þegar hafi verið brugðist við því sem snýrað ábyrgð þeirra sem húseiganda. Meðal annars með því að breyta verkferlum og skipulagi stofnunarinnar sem á að tryggja að byggingar í umsjón hennar séu öruggar og standist kröfur. Á meðan rannsókn lögreglu standi tjái stofnunin sig ekki frekar málið. Og til útlanda, undirbúningur danska hersins var á mun alvarlegra stigi en áður var talið þegar ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland náði hámarki í byrjun árs. Danir virðast hafa óttast hernaðarátök. Þetta kemur fram í uppljóstrun danska ríkisútvarpsins þar sem segir meðal annars að danskir hermenn hafi flutt með sér sprengiefni til Grænlands til að sprengja upp flugbrautir svo Bandaríkjaher gæti ekki flogið með hermenn til landsins. Þá var mikið af blóði flutt úr danska blóðbankanum svo hlúa mætti það særðum hermönnum. Háttsettir embættismenn víða úr dönsku samfélagi eru til vitnis þetta. Heimildarmenn frá Frakklandi og Þýskalandi segja að dönsk stjórnvöld hafi leitað þangað og víðar eftir fjölþjóðlegum stuðningi. Hermenn fjölda Evrópuríkja fóru til Grænlands meðal annars til að fæla Bandaríkjaher frá innrás. Heimildarmenn segja einnig að danska stjórnkerfið hafi verið á varðbergi síðan Trump tók við í janúar í fyrra en þegar fólk vaknaði við fréttir 3. janúar hernað Bandaríkjanna í Venezuela hafi allt farið á yfirsnúning. Áhrifamenn í Hvíta húsinu sögðu enda að Grænland yrði næst. We need Greenland from a national security situation. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Örfáum dögum eftir að þessi ummæli féllu voru danskir og erlendir hermenn farnir að flytja hergögn til Grænlands og búa sig undir innrás. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, forðaðist að svara spurningum uppljóstrun DR í dag. Hún segir þó að Grænlandskrísan í janúar hafi verið svo alvarlegasta í danskri utanríkispólitík síðan í seinni heimsstyrjöld þegar nasistar hernámu landið. Jeg håber på en aftale, men jeg tror, som jeg har sagt i andre sammenhæng, at den amerikanske præsidents ønske om at overtage Grønland desværre er intakt, og derfor er den her situation alvorlig, og det har den været hele vejen igennem. Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, stendur enn í vegi fyrir afgreiðslu á láni Evrópusambandsins til Úkraínu. Málið var rætt í þaula á leiðtogafundi Evrópusambandsins sem hófst í Brussel í morgun og stendur enn. Björn Malmquist, fréttamaður, á fundinum. Björn, það hefur mikið verið reynt en Orbán haggast ekki. Nei, og hann var vígreifur í orðum sínum þegar hann kom ásamt öðrum leiðtogum aðildarríkjanna hingað til Brussel í morgun og svaraði spurningum fjölmiðla. Hann talaði að Ungverjar myndi ekki gera neitt fyrir Úkraínu á meðan að olía flæðir ekki olíuleiðsluna sem liggur frá Rússlandi Úkraínu og í vesturátt. Það var mikið reynt að fá hann til þess að skipta skoðun á þessum leiðtogafundi í dag. Embættismenn hér sem ég hef verið að tala við í dag segja að umræðurnar hafi á tíðum verið harðar og hann var
harðlega gagnrýndur af öðrum leiðtogum en Orbán stendur fast á sínu og það reyndar talið ólíklegt að þeir gefi þetta eftir fyrir þingkosningarnar sem að verða í Ungverjalandi miðjan næsta mánuð. Orbán stóð svo líka í vegi fyrir því að refsiaðgerðir gagnvart Rússum yrðu samþykktar hér á leiðtogafundinum á sömu forsendu og hitt málið. Hann vill ekki gera neitt sem að styður Úkraínumenn á meðan að olía flæðir ekki til Ungverjalands. Nú orkuverð í Evrópu og annars staðar hefur snarhækkað eftir árásir á gasvinnslustöðvar í Katar og Kúveit í gær. Já, það hlýtur að vera áhyggjuefni leiðtoga á fundinum. Já, vissulega og væntanlega komið með opna skjöldu þessi gríðarlega hækkun sem var í dag í kjölfar þessara árása á gasvinnslustöðvar í Katar og í Kúveit, staðan í Miðausturlöndum og átökið þar og áhrifin hérna á meginlandinu af þessum átökum vissulega umræðuefni á fundinum. Við vitum að það lítill sem engin áhugi meðal aðildarþjóðanna hér í Evrópu að taka beinan þátt í þessum hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael og þessi þróun mála hefur reyndar á vissan hátt eigum að segja dregið aftur fram brestina sem að hafa verið að myndast og hafa verið sjáanlegir í samstarfinu yfir Atlantshafið. Þessi leiðtogafundur hérna núna átti reyndar uppálega að snúast aðgerðir til þess að auka samkeppnishæfni evrópskra fyrirtækja en eins og oft áður þá hafa atburðir annars staðar í heiminum sem að Evrópusambandið hefur ekkert með að gera ruðst inn á dagskrá leiðtogana hér. En Björn, þú minntist á kosningarnar í Ungverjalandi í næsta mánuði sem gætu orðið sögulegar, ekki satt? Jú, vegna þess að stjórnarandstaðan það eigi núna í fyrsta skipti 16 ár möguleika á að ná völdum af Fidesz-flokknum sem að téður Viktor Orbán fer fyrir og hefur farið fyrir undanfarin ár. Kosningabaráttan komin í fullan gang, hún hörð og óvægin samkvæmt fjölmiðlum í Ungverjalandi. Það mættu 100.000 á mótmæla á kosningasamkomur sem voru í Búdapest helgina. Það eru 3 vikur í kosningar í Ungverjalandi og slagurinn að harðna. Skoðanakannanir benda til þess að stjórnarandstaðan, Tisza-flokkurinn sem Peter Magyar fer fyrir, hafi talsvert forskot meðal kjósenda. Orbán og Fidesz-flokkurinn hans hafa stillt Úkraínu upp sem helsta óvinni Ungverjalands og sá málflutningur fer vel í stuðningsmenn. Nem lehet tudni se a napot, se az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép. De egy dolgot biztosan tudunk. Ez meg fog történni. Hogyha megnézzük itt a Zelenszkijéket, ezek nagyon-nagyon azt szeretnénk, hogy támogassuk Zelenszkijt, támogassuk egy anyagilag és fegyverbe is, meg mindenbe támogassuk, de mi ezt nem szeretnénk és nem akarunk belekeveredni ebbe a konfliktusba, hogy háborúba kerüljünk. A gyerekeink, az unokáinkról van szó, tehát békét szeretnénk itt Magyarországon. Talið að nokkur 100.000 manns hafi sótt kosningasamkomur flokkana tveggja í Búdapest helgina. Peter Magyar, leiðtogi Tisza, hefur sakað stjórnvöldum að fá rússneska áróðursmenn sér til aðstoðar í kosningabaráttunni og hann sigurviss fyrir kosningarnar í apríl. Olyan győzelmet fogunk aratni, hogy érezzék és hallják az ide vezényelt ügynökök és provokátorok, de főleg a főnökeik, hogy vége van, elvtársak, továriši konec, ruszkik haza! A családban elég megosztó viszonylag ez a dolog, igazából az idősebb korosztály számára, mert mi fiatalok egyértelműen azt mondjuk, hogy itt változás kell, illetve a mi jövőnkről is szó van. Úgyhogy mi a szüleimmel, meg a testvéremmel egyértelműen változást szeretnénk. És én úgy gondolom, hogy ha ez a tömeg összefog, és ez így folytatódik, illetve tényleg hisznek az emberek abban, hogy itt lehet változás, akkor itt igenis van esély arra, hogy leválthatjuk ezt az autoritár kormányt. Og aftur hingað heim, snúið verður að semja. Bresti forsetur kjarasamninga segir dósentur viðskipta á hagfræðideild Háskólans í Reykjavík. Ekki sé víst að best sé að semja launahækkanir, heldur frekar aðra þætti. Verðbólga og verðbólguvæntingar á uppleið og Seðlabankinn hefur hækkað vexti í fyrsta sinn síðan árið 2023. Flestir eru á því að forsendur langtíma kjarasamninga séu að bresta og að aðilar vinnumarkaðarins þurfa að setja saman niður. Annaðhvort til að semja framhaldið eða hreinlega gera nýja samninga. En hvað hægt að semja við aðstæður eins og þessar? Það verður vægast sagt snúið vegna þess að þetta ákvæði miðast við verðbólgu og það alveg ljóst að verðbólga, það undirliggjandi þrýstingur í verðbólgu. Stór hluti af verðbólgunni innlendur og nú að bætast við erlend verðbólga.
Þannig að það liggur ekki ljóst fyrir að það sé besta lausnin að semja frekar launahækkanir. Það myndi það bara bæta enn á verðbólgubálið. Þannig að verði þá frekar samið einhverjar skatta eða félagslegar umbætur eða eitthvað á þeim nótum? Það væri líklegra, já. Og einhvers konar, hvort að verða áframhaldið með styttingu vinnutíma eða eitthvað slíkt, það væri möguleiki í stöðunni. Núverandi samningar eru langtímasamningar með hóflegum kauphækkunum. Aðspurð hvort að ef samið verður upp á nýtt að það verði skammtímasamningar, segir Katrín erfitt að segja á þessari stundu. Kostir og gallar fylgi bæði stuttum og lengri samningum og hvaða traust sé borið til framtíðarinnar. Nú sé mikil óvissa vegna stríðsins í Miðausturlöndum og hversu lengi það dragist á langinn. Þá hefur traust á vinnumarkaði beðið hnekki. Trausti á vinnumarkaðnum hefur því miður verið ótrúlega lítið síðustu ári. Það hefur staðið okkur fyrir þrifum. Það alveg svona sameiginleg mynd af því hvað vinnumarkaðurinn þolir, hversu mikla launahækkanir hann þolir, en yfirleitt í kjarasamningum hefur farið yfir þau mörk, bara núna í mörg ár. Hún minnir á að 2 eða jafnvel 3 séu að gera samninga og því engum einum að kenna þegar farið yfir mörk þess sem hagkerfið þolir eins og gerist oft. Og þetta held ég að sé tölverði að kenna að það vantar traust á milli samningsaðila. Alþingi samþykkti í dag frumvarp sem tengir greiðslur almannatrygginga við launavísitölu. Stjórnarandstaðan sakaði meirihlutann lýðskrum sem vísaði gagnrýninni á bug og sagði málflutning andstöðuna vera holan. Þingmönnum var heitt í hamsi þegar greidd voru atkvæði frumvarpi ríkisstjórnarinnar almannatryggingar sem Inga Sæland, þáverandi félags- og húsnæðisráðherra, lagði fram í byrjun október í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Með frumvarpinu er lagt til að ákvörðun árlegar breytingar á greiðslum almannatrygginga skuli taka mið af þróun launavísitölu og þannig eigi að rétta við kjör öryrkja og eldri borgara. Þeir sem eru á móti segja kostnaðinn eiga eftir að vera gríðarlegan, sé til marks getuleysi ríkisstjórnarinnar og hennar stærstu og verstu hagstjórnarmistök. Við erum að reyna að lyfta upp lægstu laununum, þeim sem eru hér múraðir í rammgerða fátæktargildru. Og það ömurlegt að horfa til þess að hér séu enn einstaklingar sem eru tilbúnir að samþekkja það ofbeldi sem fátækasta fólki í landinu hefur mátt þola hér. Og þingmaðurinn segir En ég ætla að nota tækifærið og biðja þá sem að treysta á árangur og kjarabætur betra líf vegna þessa frumvarps að muna, þegar áhrifin koma fram, að muna hverjir stóðu hvar í umræðu þetta mál sem að mun binda, frú forseti, öryrkja og marga eldri borgara á þeim stað sem að þeir eru núna. Og þó að hæstv. Ráðherra komi hér og segi að þetta sé ekki hagstjórnarmistök, að þá tel ég að hér sé uppsiglingu alvarleg hagstjórnarmistök sem að meirihlutinn hér í þessum sal mun þurfa að bera ábyrgð á. Við ætlum að standa með tekjulægri eldri borgurum og standa með öryrkjum og við höfnum þeim ömurlega málflutningi að gera þetta fólk og gera kjarabætur fyrir þetta fólk að sérstökum blóraböggli í umræðu verðbólgu og vexti. Og svona hélt umræðan áfram í atkvæðagreiðslunni sjálfri þar sem þessi sjónarmið tókust á í tæpar 2 klukkustundir. Niðurstaða atkvæðagreiðslu eftir nafnakall var þó ótvíræð. 33 greiddu atkvæði með, 21 á móti og 4 þingmenn Framsóknarflokks sátu hjá. Finnar eru hamingjusamasta þjóð í heimi og Íslendingar þar á eftir. Sendiherra Finnlands á Íslandi segir samfélagsgerð norrænu þjóðanna veita íbúum mesta vellíðan og öryggi. Hamingjuskýrslan eða World Happiness Report hefur nú verið birt í 14. sinn en hún er könnun sem gerð meðal 147 þjóða hversu hamingjusamar þessar þjóðir telja sig vera. Sagt hefur verið að ef að hamingjan væri íþróttagrein þá ættu Norðurlandaþjóðirnar verðlaunapallinn eins og hann leggur sig. En lítum á hverjar eru 10 hamingjusömustu þjóðir heims samkvæmt þessum lista. Í 10. sæti er Sviss, Luxemburg þar fyrir ofan, síðan kemur Ísrael. Hollendingar í 7. sæti og svo Noregur og Svíþjóð. Costa Rica er í 4. sæti en síðan koma Danir, Íslendingar næst hamingjusamastir og svo eru það frændur okkar Finnar sem eru hamingjusamastir. Well, there is a lot of factors in that. I think we share a lot with Iceland and the Nordics as well, but it's about our societies, what we have built, about social inclusion
education, functioning societies, secure, the well-being of people, and the connection to nature, to name a few facts. I would maybe name trust as one. Our president Alexander Stubb has called it the gold of the Nordics. Kantell segir margt sameiginlegt með þjóðunum í fyrstu og öðru sæti eins og kynjajafnrétti, velferð og vellíðan. Finnar hafi sánu og Íslendingar heita potta þar sem fólk njóti þess að slaka á og skilja áhyggjurnar við sig sem á tengsli við náttúruna. Sú tilgáta hefur komið fram að múminálfarnir eigi hlut í vellíðan Finna. I think so, and there is something in this world that we are living today with the geopolitics, the Moomin Valley and with the whimsical characters and how it is. I think that really somehow reflects also how Finnish society is, and I have understood it goes really well in Iceland as well. You have a lot of Moomin cups, I have understood. Hann leggur áherslu á hversu mikilvæg félagslegu hlutverki sánan gegni. Auk þess sýnir könnun að 81% finnskra fjölskyldna borði saman daglega sem sé mikilvægt. Finnur þykir þó líka ágætt að vera út af fyrir sig og hlusta á metalmusik. Would you consider yourself a happy man? I'm a happy man, and I'm very happy to be here in Iceland. So it's nice to be an ambassador of happiness in the second happiest country on the planet. Stockfish kvikmyndahátíðin fór af stað í Bíó Paradís í kvöld. Þar Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður. Hvað framundan á hátíðinni, Eva Björk? Já, hátíðin hófst formlega núna klukkan 6 með opnunarhófi. Nú reyndar flestir farnir inn í sal að sjá fyrstu bíómyndina, en mér skilst að sé nóg framundan. Það ekki, Dögg? Jú, það 10 daga hátíð framundan og við erum með ískan fókus. Það núna ísk mynd í gangi hérna sem heitir Kristi. Við erum með gesti frá Írlandi, frá Færeyjum, Grænlandi og hérna víðar, Spáni og Ítalíu líka, og myndir frá öllum þessum löndum og fleiri og mikið af verðlaunamyndum. Bransadaga, og þessi hátíð bara fjallar það að vera með í samtali við almenning bransan sem hefur átt svolítið erfitt í ár, en hérna Stockfish svona ljós í myrkrinu, myndi ég segja. Hvernig áhugin á hátíðinni þetta árið? Það bara mjög mikið velvild og áhugi á þessari hátíð, og áhorfendafjöldin hefur tvöfaldast undanfarin ár, þannig að við erum bara rosalega ánægð og við erum svolítið grasrótarhátíð líka. Hátíðin í eigu bransans á Íslandi, þannig að öll fagfélögin standa baki, og hérna bara staðurinn þar sem við getum hitt kvikmyndagerðar fólk, átt samtalið ef þú hefur áhuga á kvikmyndagerð eða bara, vilt koma í bíó, þá erum við hérna í Bíó Paradís alla þessa 10 daga, en svo líka við erum með hátíð inn í hátíðinni sem heitir hérna Physical Cinema með 42 vídeóverk allan bæ, og þannig að það eru námskeið, vinnusmiðir, alls konar, þannig að bara kíkja inn á stockfishfestival.is. Takk fyrir það, Dögg, það er greinlega nóg að taka og við kveðjum hérna frá Bíó Paradís. Takk fyrir það, Eva Björk Benediktsdóttir. Lykillinn að langlífi að halda alltaf áfram, segir Gerda M. Guðmundsson sem fagnar 100 ára afmæli sínu í dag. Hún naut dagsins í faðmi sinna nánustu. Hún á afmæli, hún Gerða, hún á afmæli í dag. Gerda hefur búið á Íslandi frá árinu 1949 þegar hún kom hingað til lands ásamt hóp af konum frá Lübeck í Þýskalandi. Gerda sá auglýsingu bændasamtakana í dagblaði að hér vantaði konur til að vinna á sveitabæjum. Hún ákvaða slá til enda aðstæðurnar erfiðar í Þýskalandi eftir stríðið. Et bæ som ég kom til, hann var skíðisarbæð. Það var ekki hús, það var torfbæ. Hafðirðu séð torfbæ áður? Nei, því ég var dauðsett að vera þarna. Gerda vann á Hamarlandi í Reykhólasveit í 1 ár. Launin sín sendi hún út til fjölskyldunar í Þýskalandi. Henni fannst margt framandi á Íslandi. Og búið til slátur. Og hausana, það var vitnisestar sem ég sá í fyrstu að þeir borða hausana. En ég fór að læra það líka og borða hausana með þeim. Leið Gerdu lá svo til Reykjavíkur þar sem hún kynntist eiginmanni sínu, en hjartað leitaði oft til Þýskalands. Þegar pappi minn dó, þá var ég heima en þá
Þegar mamma mín dó, þá gat ég ekki farið. Það allt búið. Þetta er ég. Þetta ert þú og mamma. En það er ég yngri. Já, þannig ertu yngri. Hún eignaðist 6 börn og á nú yfir 50 afkomendur. Hún býr á Droplaugarstöðum og þar var afmælinu vel fagnað í dag. Og Gerda er með lykilinn að langlífinu. Að halda áfram að gera það sem þú getur. Bergsteinn, hvað ætlað þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að tala stýrivexti og leiðina til að ná niður verðbólgu. Fjármálaráðherra kallar eftir samstilltu átaki en vara við að það verði ekki sársaukalaust og við ætlum að ræða í hverju það geti falist með þeim Höllu Gunnarsdóttur, formanni VR og Þorsteini Viglutsinni, formanni Samtaka iðnaðarins. Við fylgjum líka starfsfólki Landspítalans eftir meðan það reynir að finna legurúm fyrir sjúklinga og svo ætlum við að hitta fyrir torgið á þriðjudag sem verður helgað ESB-umræðu. Frábært sem ekki að Kastljósi, við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Það fer kólnandi og mun ganga á með dimmum éljum landið vestanvert fram á laugardag. Suðvestanáttin verður frekar kröftug í nótt og á morgun og geta hviður vestanlands náð yfir 30 metra á sekúndu á meðan éljar hryðjurnar ganga yfir. Eðlilega getur slíkt veður haft áhrif á samgöngur og að einhverju leyti og þá sérstaklega á fjallvegum. En Veðurstofan hefur að þeim sökum gefið út gular hríðarviðvaranir fyrir sunnan og vestanvert landið. En nánar veðrið að loknum íþróttum. Íslenska karlalandsliðið handbolta mætir Svíþjóð í vináttuleik liðanna að Hlíðarenda í kvöld. Þetta er í fyrsta sinn sem liðið kemur saman eftir góðan árangur á Evrópumótinu í ársbyrjun. HM í frjálsíþróttum innanhús hefst á morgun og Ísland á 3 keppendur. Sigurbjörn Árni Arngrímsson fer yfir helgina sem framundan er. Og Heimir Hallgrímsson framlengdi í dag samning sinn sem þjálfari írska karlalandsliðsins í fótbolta. Hann segist spenntur fyrir þeim stóru verkefnum sem bíða liðsins. Missið ekki á íþróttum hér eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma. Miklar truflanir urðu á samgöngum víða land í dag vegna veðurs og ófærðar. 20 bílar skemmdust í grjótfoki á Austurlandi og ferðamenn á Vestfjörðum lentu í vanda. Ríkiseignir harma eldsvoðann sem varð á Stuðlum en stofnunin brást ekki við ítrekuðum kröfum úrbætur á brunavörnum. Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu segir grafalvarlegt og sárt hve margt misfórst í aðdragandanum. Danir bjuggu sig undir innrás frá Bandaríkjunum þegar Grænlandskrísan stóð sem hæst í janúar. Sprengiefni og blóð úr blóðbönkum var meðal annars flutt til Grænlands vegna ótta við hernaðarátök. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veður og Kastljósi. Við minnum líka á Gettu betur klukkan 20:15 og á RÚV 2 er núna það bil að hefjast bein útsending frá æfingarleik Íslands og Svíþjóðar í handbolta karla sem framfylgir í Reykjavík. En við á fréttastofunni þakkum okkur samfylgdina sem af þessum degi. Verið sæl.